Sko, þú nefnir nú ýmislegt fleira í þessu, þú nefnir sko giftarmálið sem dæmi, þú nefnir kögun sem dæmi, sem svona eldra mál og þú verður alltaf miklum tími að fjalla viðskiptin á Suðurnesjum þegar menn voru að skipta restina af góssinu sem herinn skipti eftir. Já, það er notað til þess að varpa ljósi á þetta sem ég var að segja áðan, að þegar að sko mörkin á milli almannahagsmuna og sérhagsmuna verða mjög óljós í einhverju valdaneti. En það er svo auðvelt á Íslandi að afvegaleiða almenning. Og hefur verið það, ég meina, ég veit ekki hvort það vegna þess að sérhagsmunagæslan svona sterk og þú nefnir reyndar að það sé mjög auðvelt á Íslandi, menn séu duglegir við að matreiða eða setja skrímu skynseminnar á sérhagsmununa. Já, við þetta hef ég staldrað og ég verð að segja eins og að þegar að ég las á endanum rannsókn sem að danskur prófessor gerði í Álaborg, Bent Flyberg heitir hann sem ég vitna mikið til. Hann gerði rannsókn í Álaborg fyrir löngu síðan þar stóð til að endurnýja alla miðborgina. Byggja nýja strætóstöð og þvíumlugt. Margir höfðu mikill að hagsmuna gæta, almenningur, verktakar og svo framvegis. Og síðan umhverfismat og guð má vita hvað. Það sem að Flyberg gerði, hann talaði hvern einn og einasta, sko, þú veist, þá sem að ráku verslanir á svæðinu, við borgaryfirvöld, við verktakana sem gátu haft hagsmuna gæta og svo framvegis. Hann komst mjög fljótlega að því að það veri algjörlega tilgangslaust að segja eitthvað að viti þetta með því að skoða opinbera skýrslur. Vegna þess að það sem að sagt opinberlega að séu almannahagsmunir og í þágu almennings, að það bara dulbúningur fyrir sérhagsmunir mikið til. Þetta bara bókstaflega niðurstaða hans og hann segir að skynsemin, sem heitir á fínu máli á ensku rationality, skynsemi, hún víkur alltaf fyrir valdinu. Valdið sem hreiðrar sig í klíkuskap eða kunningjaveldinu, menn nota réttlætingar og kippa að geðþótta inn alls konar rök úr skýrslum til þess að segja við almenninga þetta í ykkar þágu. En verða ofboðslega færir í þessu. Mjög færir í þessu. En þá erum við komnir að fjölmiðlunum og þú gaggrínir þá, og ég held að þú gaggrínir sé algjörlega makleg, að fjölmiðlarnir hafi ópererað svo mikið á skilmálum valdsins. Já, sko, þetta krefst talsvert svona djúprar greiningar. Ég ekki komin á leiðarenda. Nei, en þetta þarna þér þykir þetta nógu mikilvægt til að þetta í inngangi bókarinnar. Ég fjalla býsna mikið til dæmis gjafir í þessari bók. Það heilt kafli gjafir. Vegna þess að öll samfélög, síður samfélög, setja reglur og þak á hvað megi teljast gjafir. Það ekkert að út í loftið. Vegna þess að menn kaupa sér aðstöðu, menn kaupa sér það semst það kallað sem menn kaup, gott og vel, aðstöðu brask eða? Jú, þetta aðstöðu brask og kaupa sig inn í verk eða eitthvað því líkt og þess áttar. Og þar með myndast svona tengsl, menn af því að Stefán Jón talaði höfðingjaveldi, að sko þetta miklu meira svona félagsfræði heldur en hagfræði, að heimspekilegt í eðli sínu þess vegna líka, en með gjöfum, að þegar að menn veita eitthvað af einhverjum auði sem þeir hafa kannski sumir hverjir sankað að sér á ólögmætan hátt, að þá geta menn skapa sér orðstýr velvildar og menn skapa sér stuðning fólks og hollustu. Og þegar að menn fara að nota ríkissjóð, almannafé, til þess að kaupa sér hollustu við flokk, þá heitir það bara spilling. Jón Þorláksson af öllum mönnum, stofnandi Sjálfstæðisflokksins, hann fjallaði árið 1928 í bráðmerkilegri grein í Verði
spillingu, þá var hann að tala um Hriflu Jónas sem var að olboga sig áfram og sem sagt koma sínu fólki inn í stöður. Ég gæti vitnað í það sem hann sagði hérna, á blaðsíðu 12 hérna í inngangi, en Jón Þorláksson, stofnandi Sjálfstæðisflokksins, segir eftirfarandi: það gott að vera vinur sinna, ekki nema loflegt. Að skólastjóri sýni lærisveinum sínum rausn eða flokksforingi fylgismönnum eftir sinni getu. En takmörk eru dregin milli hins leyfilega og óleyfilega í þessu sem öðru. Af eigin efnum eða með frjálsu fengnu fé verður lausnin að ljúkast svo að leyfilegt sé. Lyklar að ríkis féhirslunni eru engum fengnir til þess að sækja þangað vinargjafir eða fylgdarlaun. Ég veit ekki, ég er ekki viss um það að þegar að sko stjórnmálastéttin núverandi, meðal annars í Sjálfstæðisflokknum, af því ég nefni hann af því að hann hefur náttúrulega verið mestanpart við völd, 75% lýðveldistímans. Ég er ekkert viss um það að Jón Þorláksson hefði líka mjög vel það sem hann sá árið kannski 2003 þegar menn voru að skaffa sér eftirlaun í krafti aðstöðu sinnar. Ég er ekkert viss um það. Nei. En þetta er fyrir bókin þín, Jóhann, og við komumst ekki lengra með þetta núna en hún ætti að vera komin í bókabúðir, Þræðir valdsins. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir. Takk fyrir að horfa.